Þá ætlum við að halda áfram í föstudagsþættinum sem við tökum upp hérna á R5 við Ráðhústorgið á Akureyri. Næst höfum við fengið til okkar ungan tónlistamann. Vertu velkominn. Takk fyrir það. Hvað er að gerast í tónlistarlífinu hjá þér? Heyri, það er bara hellingur akkurat núna. Ég er að vinna í minni fyrstu plötu og er semst búinn að taka hana upp í rauninni og er bara svona klára að ganga frá henni. Og var að sleppa út núna fyrstu, já, ég fæ að sletta fyrsta singul af plötunni. Og fyrstu smáskífu, já, það ekki, ég veit ekki. Fyrsta laginu. Fyrsta laginu, við getum orðað þannig, já. Og gerði vídeó með því og það er bara að fá rosalega skemmtilega viðtökur og bara komið skemmtilega orð. Við ætlum að fá að sýna það hérna í lok þáttar. Já, akkurat, takk fyrir það. Og já, þannig að þetta er svona spennandi tímar framöndan, er þetta orðað þannig, sko. Hvernig tónlist ertu að flytja? Ég hef aldrei almennilega getað svarað þessari spurningu, en Rapp? Nei, þetta er ekki rapp. Það er stundum svolítið country skotið inn í þessu. Ekkert eitthvað svona, En þetta er svona pop? Þetta er svona rock-pop, já, pop-rock eitthvað. Fólk stundum svona pínu, já, mætti segja. En ég hef aldrei getað. Enda kannski óþarfi, já, nákvæmlega. Og með hverjum vinnur eins og svona plötu? Herri, ég er að vinna í Hofi, menningur svona Hofi. Já, í hljóðferðinu? Já. Hvernig er það? Það er bara geðvikt. Það er sko bara frábært að geta tekið upp í svona aðstöðu, sko. Já, þú ert að taka sko upp á sama stað og bara Hollywoodmyndir, sko? Já, akkurat. Og maður finnur alveg fyrir, þetta er rosalega stórt og flott, sko. Við tókum eins og trommurnar og píanói og hammondin og svona, orgelið og svona. Tókum við inn í hömrum minnisalurinn. Og bara alveg hjút salur og helling af mikrofónum og þetta er allt rosalega stórt og flott, sko. Þannig að rosalega skemmtilegt, sko. Gaman að hlýtur að vera að vinna í hljóð. Við finnum bara fyrir því hér þegar við höfum verið að vinna þar að geta komist inn í svona hús með þessum tækjabúnaði. Já, bara... Já. Það er bara líka, þetta er svo flott, það var alveg hugsað fyrir þessu náttúrulega þegar þetta var byggt, sko. Þannig að það er allt tengt og svona og við getum verið að taka upp í eins og þessum rýmum þarna niðri og svo er kontrólherbergið, stjórnarherbergið er uppi, sko. Og vera með þetta bara alltaf á rauntíma, þetta er bara geðveikt, sko. Þetta er bara rosalega flott. Og hver er að stýra upptökunni? Það er Þorvaldur Bjarni. Já, einmitt. Það er bara að vera að ná í stórskotilega. Já, akkurat. Já. Hann er svona upptökustjóri og svona pródúsent með mér. Og síðan er það Haukur Pálmason sem er hljóðmaður hjá okkur, sem er svona á tökkunum. Og hver spilar á allt? Herru, ég er að spila sjálfur og syngja og svo er ég með hljómsveit með strákum frá Dalvík. Og það er ég fekk kannski bara... Þú ert frá Dalvík? Ég er frá Dalvík, já. Og það er Dagur Atlason á trommur, Dagur Halldórsson á gítar, Hjörvar Óli á bassa og Hans Friðrik á hammond og píanó. Hvað er þetta samt með Dalvík? Getum við tekið það aðeins fyrir? Við Akureyringar, þarna fáum við minnumáttarkennd gagnvart Dalvíkingum. Þið eigið Friðrik Ómar, Matta Matt, Eyþór Inga, já. Ég held að sé sko, það er náttúrulega, ég veit ekki hvernig þetta er hér, en... Við og Kvandalsbræður. Já, þið er náttúrulega helling. Ingimar Eydal. Já, þið, ég meina 200 snaglbítar og það er hellingur hérna líka, sko. Þið þurfa ekkert að Er það ekki? Sko. Ok, ég ætla að rétta upp mér aftur. Já, en ég held að sé samt, sko, við byrjum öll í tónlistarskóla, við lærum á, sko, kynnt fyrir okkur tónlistar rosalega snemma í skólanum, sko. Ég veit ekki hvernig það er hér, en svo getum við byrjað alveg mjög snemma í tónlistarskóla. Ég gerði það, ég byrjaði að læra gítar mjög snemma og svo er þetta líka bara, þetta er lítill staður og við höfum rosalega gott aðgengi öllu. Ég var mjög ungur þegar ég var komin inn í stjórn hjá leikfélaginu til dæmis. Þar er maður komið rosalega gott hús og góða aðstöð og svona. Svo er þetta bara, ég held að það sé mitt máli. Maður fær einhvern veginn að gera rosalega mikið út af þetta er svona lítill staður. Þá fær maður bara, það var ekkert mál að halda bara tónleika. Skilurðu? Nákvæmlega. Og svo til dæmis hér, þá er einmitt tónlistamenn hafa svolítið kvartað yfir því að það sé erfitt að fá húsnæði og aðstöðu til þess að, komast af stað. Það er eitthvað upp í Rósenborg. Já, akkurat. Það er endar alveg sama á Dalvík, það vantar alltaf húsnæði, skilur. En já, ég held svo líka eins og fyrir okkur, sko, fiskidagurinn var, við fengum okkar fyrsta tækifæri þar til að koma fram, sko. Það var enda bara tilvíðan ég söng, ég ætlaði ekkert að gera það, við vorum með stelpur sem ætlaði að syngja með okkur, sko. En hún forfallaðist á síðustu stundu, þannig að Kallinn reddaði þessu bara? Já. En ég var mjög stressaður og það var rosalega erfitt, en það var rosalega gott fyrsta skref. Þetta var 20.000 manns, þannig að svona stökk bort í djúpuleguna. Þetta var 2000... Þetta er eiginlega 2000... Nei, þetta er 2007-2008, sko. Nú. Já. Tíminn líður, maður. Já, tíminn líður. Og það var semst hljómsveit sem við stofnuðum þarna félagarnir og gáum síðan út eitt lag svona, sem náði einhverju smá spilin hérna á Akureyri og svona. Og þá vorum við rosalega grænir og svona,
þetta er svona í fyrsta skipti núna sem maður er að gera þetta af einhverju þannig séð alvöru. Já, leggja sitt í það. Já, leggja metnað í þetta og vera að gera þetta svolítið svona, já. Að þessu tilefni ætla ég náttúrulega að minna áhorfendur á að stórtónleikar Fiskidagsins Mikla á Dalvík verða sýndir á N4 30. og 31. janúar klukkan 8:30. Akkurat. Smá plugg, sástu það? Já, bara mjög vel gert. En eigum við ekki bara að fara að kíkja á myndbandið þitt? Jú, endilega, það verður bara magnað. Kæra þakkir fyrir komuna. Já, takk hérna. Og við ætlum bara að ljúka föstudagsþættinum í dag á lagi og nýju myndbandi. Eigið þið yndislega helgi. Whether the weather is changing or not, I feel a storm inside of me. I don't know if it's cold or I'm hot, I'll figure it out eventually. 'Cause I'm changing, I'm breaking away, I am shaking off my dust. If I stay here any longer, I will wither down and rust, oh I will rust. I have the feeling that I love this place called home. It makes it worse, but I think I'm already gone. My mind is somewhere else, someplace that's far away. I love to make it here, but I feel I cannot stay one more day. Just remember, although I am not still there, it doesn't mean that I don't love you, I still care. You guys mean everything to me, but I cannot stay. Mom and Dad, I'm just a phone call away. Mom and Dad, I'm just a phone call away. It's a bigger city over here across them hills, with lots of people, places, noise and other thrills. I might be scared, but I know that it's good for me. If you ever wanna visit, I could use the company. Oh yes, indeed. Just remember, although I am not still there, it doesn't mean that I don't love you, I still care. You guys mean everything to me, but I cannot stay. Mom and Dad, I'm just a phone call away. Mom and Dad, I'm just a phone call away. Maybe I shouldn't leave. It's safe here inside my box. These four walls are holding me. It's nothing but ticking clocks. Has time run away from me? Oh, my time